Já, komið sæl. Nær og fjær. Ólafur Daníelsson heiti ég og ég hljóðráðgjafi hjá Eflu verkfræðistofu sem einn af styrktaraðilum ráðstefnunnar eins og sjá á skriffengunum. Ég búinn að vinna sem hljóðráðgjafi í 7 ár hér á landi og það svona gaman frá því að segja að núna undanfarin ekki 10 ár eða svo að þá hefur þessi hljóðráðgjafar geiri verið að stækka mjög mikið úr alveg örfáum einstaklingum yfir í fáa einstaklinga. Við erum ennþá mjög fáir, en það fáir rétt að sagt, en samt búið að vera alveg margföldun sko. En það náttúrulega út af þessum breytingum að fólk orðið meðvitaðra hljóðvist eins og hefur komið hér margsinnis fram og mér langar svona aðeins til að fara yfir með ykkur svona mína sýn á þessi vandamál og mögulegar lausnir og reynslu. Og það er kannski fyrst að nefna þessar breytingar sem að Katrín var að segja ykkur frá. Það eru breytingar í reglugerðarumhverfinu og þær hafa svolítið mikið í för með sér. Að núna þá er gerð krafa greinagerð sem að greinir frá hljóðvist nýbygginga og þetta hefur haft það í för með sér að núna er nánast undantekningarlaust fenginn sérstakur hljóðráðgjafi í nýbyggingar sem var ekki. Það var allt og oft þannig að hljóðvist var bara eitthvað sem bara gerðist. Það var bara afleiðing af annarri hönnun. Kannski ekki alltaf, einhvern tíma voru kannski settar hljóðvísósplötur, en það var ekkert svo mikið gert í að reikna út hvernig hljóðvistin myndi verða. En það eru sem betur fyrir breyttir tímar í dag og þannig að núna þá er þetta orðið alltaf umfangsmeira og fleiri atriði sem skoðað. Þannig að vonandi leiði það sér betri húsnæði núna í framtíðinni. En samt kannski að nefna það að þrátt fyrir þessa aukningu í hversu mikið húsin eru skoðuð, að þá er kannski kostnaður vegna hljóðráðgjafar og ráðstafana vegna hljóðs, að það er kannski svona 2% af heildarkostnaði framkvæmdar. Ég hef heyrt þessu fleygt, þessari tölu, 2%. En samt er hljóðvist einn af þessum fáu þáttum sem hafa hvað mest að gera með það hvernig notandanum líður í rýminu. Það er lýsing, loftræsing, hljóð og svo náttúrulega arkitektúrum, skipulagi. Þannig að það er mikið unnið, vil ég meina, með þessu. En svona til að skýra eins út hvað hljóðvist er, hvað ræðir, að þá er kannski það sem hefur nokkuð verið rættir í dag, að það er þessi ómtími. Við kannski þekkjum betur sem glymjanda. Að það er sérst hversu lengi hvert og eitt hljóð lifir innan rýmis. Þannig að ef þessi mjög stuttur ómtími, að þá getur það verið eins og að tala í kodda. Það verður minna úr öllum hljóðum. Ef þessi of langur ómtími, að þá er hljóðbylgjan að endurkastast og þannig hækkar hljóðstigið. Hljóðeinangrun, það er hversu vel byggingin er að einangra hljóð á milli rýma og svo hljóðstig frá tæknibúnaði, svo heyri ég frá loftræsingunni og svo umhverfishávaði, kannski frá bílum eða út í leiksvæði. Allt hefur þetta áhrif á hljóðvistina. En svona þess til að varpa ljósi á svo miklu breytingar í reglugerðarákvæðinu, þá er ég með að sýna ykkur kröfurnar sem að gerðar voru til skólahúsnæða. Og svo sjáum við hvernig það er í dag. Það voru sem sagt skilgreind þessi lágmarksákvæði yfir þessa þætti sem ég var að nefna, hljóðeinangrun og ómtími, hljóðstig frá ýmsum hljóðgjöfum og hljóðdæfing. Og þannig hérna eru kröfur til lofthljóðeinangrunar. Hér hefur við kennslustofur og þetta eru tvær tölur sem við sjáum hér. 48 decibel á milli kennslustofa og 60 decibel milli kennslustofa þar sem önnur eða báðar eru fyrir smíða eða tónmenntakennslu. Það var að högghljóðeinangrunin, að þetta er sem sagt svona táknrænt fyrir gönguhljóðin, hversu mikið þau berast á milli. Og það er hérna aftur kennslustofur 63 decibel.
Og þá það blessaði ómtíminn. Hérna sem sagt krafa gerð til meðalgildis ómtíma. Frá 250 riðum upp í 4000 rið. 250 rið, það svona bassahljómurinn. Með 4000 riðin eru hærri tíðnir sem að heyrnarskerðingin verður með 4000 riðin. Og það þessar hérna 4 tölur sem ræðir fyrir skólabyggingar. Stigahúsgangar, venjulegar kennslustofur, sérkennslustofur, leikfimisalir og sundhallir. Þannig að það hérna 0,6 sekúndur fyrir sérkennslustofur, 0,83 kennslustofur, svona til að áttu ykkur á hvað þessar tölur tákna. 1,5 leikfimisalur. Og svo það frá tæknibúnaði, eftir hérna tvær tölur, hljóðstig frá hljóðgjöfum sem senda svo stöðuhljóð og svo hérna hljóðgjafar sem eru í stuttan tíma. Og hljóðstig utanhús frá tæknibúnaði sem best inn. Getur verið einhverjir kælar eða eitthvað slíkt. Þannig að svo mörg voru þau orð. Núna þá komin gæðaflokkunarstaðallinn IST 45/2011 og þar sem að flokkur C táknrænt fyrir lágmarkskröfur. Á að vera svona í einhverjum tilfellum á pari við gömlu byggingarreglugerðina en með mun ítarlegri og fleiri kröfum. Svo það flokkur A sem samsvarar sérstaklega góðum aðstæðum hvað hljóð varðar. Einstaklingar verða aðeins örsjaldan fyrir truflunum vegna hljóðsviðháfa. Hljómar svolítið vel. Flokkur B umtalsvert betri hljóðvist en viðmiðunargildi sem í flokki C, sem lágmarksákvæðin. Svo flokkur C, það lágmarksákvæði fyrir nýbyggingar og svo flokkur D, hann fyrir eldri byggingar. Og þarna eru gerðar kröfur til hljóðvistar í íbúðarhúsnæði, framhaldsskólum, háskólum og öðrum skólastofnunum eftir grunnskóla, svo skólastofnunum fyrir eða áður en að grunnskóla lýkur, sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, gististæðir, skrifstofur og svo önnur atvinnuhúsnæði. Hérna ef við kíkjum aðeins aftur á kröfur til skólabygginga, að þá þetta fyrri taflan af tveimur sem áður voru bara 2 tölur. Þannig að núna þetta orðið, ef að núna þarf að sýna fram á með greinargerð að lágmarkskröfur séu uppfylltar, að þá erum við að tryggja töluvert betra húsnæði heldur en áður. Það sem áður voru bara 2 kröfur og þurfti lítið að sýna fram á, þá það núna mun ígrundaðara. Þó svo að lágmarks, hérna varandi hljóðeinangrunina, þá hefur hljóðeinangrunarkrafan ekkert verið svo slök í rauninni, það hafa bara verið fáar kröfur fyrir fá tilfelli. Þannig að hún hérna á pari 48 decibel. En þetta orðið svona töluvert ígrundaðara. Svo hérna fyrir sérstakari rými, milli sérstofa og bara tónlistarstofu og þess að þar. Og hérna flokki A, það voru mjög mikla kröfur, 70 decibela hljóðeinangrun. Það erfitt að ná því nema bara með að hafa rými inn í rými, box in box, svo í Hörpunni og víðar. Þá það högghljóðstigið, það gönguhljóðunum milli hæða. Aftur það orðið nokkuð ítarlegra. En svo það kannski ómtíminn sem svona mitt uppáhald svolítið. Þannig að núna búið að herða mikið kröfurnar frá því sem áður var. Það eru mun strangari kröfur og síðan hérna í gæðaflokki A að þá var þetta mjög strangar kröfur sem tryggja virkilega góða hljóðvist í skólabyggingum. Og eins og sagði þá ómtímið þannig að styttri ómtími, hann lækkar allt hljóðstig, það eykur líka talskilning og hvaða þægilega að tala. Þannig að það mikill munur hérna á að vera í ómtími 0,3 sekúndum með börnum eða 0,8. Heiminn að hafa á milli. Og það sömuleiðis búið að herða kröfur til leikfimisala, það 1,2 sekúndur, það 1,5 áður. Og svo hérna stór kennslurými, það ákveða það sérstaklega. Og svo opin kennslurými, það 0,4 sekúndur. Áður fyrir var engin krafa ómtíma í opnu kennslurými því að það var ekki til. Svo opnu kennslurými þegar reglugerðin var gerð. Svo hljóðstigið, kannski ekki mikil ástæða til að vera bara nákvæmlega í sauman á því, með marga glærur. Og
svo þetta á pari við reglugerð hávaða, 55 decibelin sem Katrín fjallaði á útisvæðum. Og svo strangari viðmið ef áhugi fyrir því að gera gott betra. Svo ég var á ráðstefnu í sumar, þar sem var verið að bera saman kröfur á milli Norðurlandanna. Og ég var nú bara nokkuð stoltur þegar var að bera þetta saman, því að mér fannst eiginlega bara íslenska reglugerðin gera mestu og bestu kröfurnar. Og við erum með STI-gildi, þetta sem sagt bara talgreinileikinn. Þannig að í íslensku reglugerðinni gerð sérstök krafa til talgreinileika, sem ekki í hinum hjá Norðurlandaþjóðunum. Það bæði sem sagt að hafa háan talgreinileika innan hópa og svo hafa mjög lágan talgreinileika á milli hópa. Þannig að hóparnir sé ekki að trufla hvern annan. Ég stal þessum glærum frá þessum góðu fyrirlesturum Birgit og Klaus Müller. Svo er aftur verið að bera saman og erum við á svona nokkurn veginn á pari við hinar Norðurlandaþjóðirnar, alltaf að bera okkur saman við þær. Og sömuleiðis. Þannig að það er svona mikið að vera að bera þetta saman og við komum ekki verr út heldur en nágrannaþjóðir okkar. En svo má spyrja sig hvaða máli skiptir þetta raunverulega ómtíminn? Er þetta eitthvað sem starfsfólk og notendur finna fyrir? Og það var áður en að þessi nýji staðall komu upp að þá vissu þetta nú ansi margir að byggingarreglugerðin var ekki alveg að gera nógu mikla kröfur til nýbygginga og við vorum farin að nota svolítið sænskan svona gæðaflokkunarstaðal til að fá rétt hönnunarviðmið. Og Reykjavíkurborg hafði mikinn áhuga á að kanna þetta aðeins nánar, hvort það væri eitthvað til í þessu. Og við fórum þá í smá rannsóknarverkefni fyrir þá þar sem við mældum nokkuð mikið af kennslurýmum og sendum spurningalista til starfsmanna og ætlum að reyna að para saman kröfurnar við álit starfsfólk. Og ég ætlaði að sýna ykkur hvað leyfi hjá Reykjavíkurborg til að sýna ykkur nokkuð dæmi niðurstöðurnar. Hérna er sem sagt matsalur. Það er engin krafa í byggingarreglugerðinni gömlu. Þetta er gömul rannsókn. Og hérna eru við, sem sagt, þessir flekar, litirnir hérna, það táknar sem sagt þessa gæðaflokka. Hljóðflokkur A, hérna B og C, hljóðflokkur D og sem fjólubláðsvæði það uppfyllir ekki kröfur til eldri bygginga. Álit notenda var að ómtíminn hérna væri mjög langur og það samræmdist vel okkar mæli niðurstöðum, miklu ólagi. Þetta er opið kennslurými. Svona stórt og mikið kennslurými og væntanlega með samt gleraullaplötum í lofti sem er mjög hljóðhjúsvandi, en ómtíminn er samt hérna, hann er of langur. Álit notanda, hann sé langur eða mjög langur, hann er reynda bara 2 sem svöruðu fyrir þetta rými. Það eru á sömu skoðun, það er þetta ekki alveg nógu gott. Það er einmitt hérna, sænski staðallinn, hann gerði bara kröfu að ómtími ætti að vera undir 0,4 sekúndum, punktur og basta. Það er alveg sama hvað gæðaflokki, þetta bara verður að vera í lagi. Þetta er þetta aðeins að batna, hérna krafa byggingarreglugerðar 1 sekúnda og hún er naumlega uppfyllt af því að gamla byggingarreglugerðin gerir kröfu meðalómtíma á meðan að þessi gæðaflokkar þá má ferillinn ekki fara yfir kröfuna. Þannig að það er lengsta tíðnibandið sem gildir. Og hérna er sem sagt sveiflast þetta frá því að fólki finnist þetta á stuttur ómtími og upp í mjög langur. Þetta er svona farið að skera hérna fleiri liti. Og svo hefðbundin kennslustofa, að hérna er greinilega orðið meiri ánægja með hljóðvistina og við líka mælum það. Við skoðum líka ónæði vegna hávaða, spurðum hvað er það sem veldur ónæði? Og þetta voru það nemendurnir. Svo sem vissum það, en hérna það er gaman að sjá hvaðan það er. Það er kannski ekki bara nemendurnir, en það er líka tækjabúnaðurinn, eins og svo heyri hérna í loftræsingunni. Hávaði frá útisvæði, hann truflaði í einhverjum tilfellum og síðan kom hávaðin frá nemendunum, hann kom mjög oft af gangi, hérna líka hæðinni frá ofan og við hliðina á, eða þessi drýmið við hliðina á. En það er mikið tala um peninga og þetta sé allt svo dýrt, en
núna því að við erum nú með hurð hérna, það er felliþröskuldur undir þessari hurð hérna og hann fer ekki niður, hann er rangt stilltur. Þannig að hérna er hægt að bæta hljóðeinangrun þessari hurðar mjög mikið með að fá hérna handlaginn mann til að laga þetta á 5 mínútum. Þannig að það oft þarf ekki mikið til að bæta mikið. Gaman að sjá þetta hérna. Ekki ára mig, ég laga ekki neitt nema það sem er tölvumús. Svo er hérna annar rými, það er nemendurnir og út í svæðið, það er mikið að trufla og af gangi, alveg mjög mikið af gangi. Og hérna tók ég mynda einni hurðinni af því að það var bara rifa eins og hér. Og hérna er útilegsvæði tæknibúnaður, greinilega loftræstikerfi hérna í Ólagi og hljóðstega gangi, eins og myndin sýnir. Niðurstöðurnar hérna, þær sýndu að það væri eitthvað vit í þessu. Þannig að núna þá er það kannski svona helst áskorunin að við erum komið með mjög góðar kröfur, eða mikla kröfur fyrir lágmarksákvæði, en þá er kannski núna næsta markmið að reyna að herða þær og reyna að fá bara flokk B sem lágmarksákvæði. Það væri gott næsta skref. En þetta er náttúrulega eitthvað sem að sveitarfélög eru líka, við erum meðvituð þetta, við vitum alveg af þessu. Það er allavega flest og við fáum oft til okkar verkefni að laga stofur og rými. Og líka núna eftir að nýja reglugerðin kom fram að þá hringja þér og vilja fá sem sagt, hringja bara hvernig kemur þessi nýju skóli, hvernig er hægt að bera hann saman við reglugerðina. Bara er hann að detta í flokk C eða B eða A, hversu góður er hann? Þannig að sveitarfélögin er að sýna sig mikinn áhuga. Það vantar svo oft til peninga og tíma. En hérna svona aðeins ómtímalengd og bakgrunnshávaða áhrif, svo ég sagði áðan að þá magnast upp öll hljóð í löngum ómtíma og allur kliður, hann verður meiri. Bara eftir því sem kliðurinn er meiri, þá þurfum við að tala hærra og þá hækkar kliðurinn. Þetta er bara þessi kaffihúsa áhrif. Og þetta signal to noise ratio, það segir sér til hversu mikið við þurfum að yfirgnæfa bakgrunnshávaðan til þess að það skiljist hvað við erum að segja. Og með því að þá erum við náttúrulega að hækka bakgrunnshávaða gagnvart einhverjum öðrum. Og það talaði að við þurfum að yfirgnæfa bakgrunnshávaðan 10-15 decibel, að það sé ansi gott viðmið svona með eðlilegar aðstæður. Þannig að ef að bakgrunnshávaði er kannski 50 decibel, þá þurfum við að tala með hljóðstyrkum það til 65 decibel. Allt búalega svona gróft, svona þumalfingur. Og þá erum við komin hérna í hækkaðan róm og það geta aðrir sagt betur en ég frá því hvað áhrif það hefur á röddum okkar. Þannig að svona er hávaðinn að stigmagnast og svo ég hérna sýnir fleiri glærur að þessum hérna fínu ráðstefni í sumar að þá er það er samband á milli ómtímalengdar, hérna RT, Reverberation Time, og hversu talskilnings. Hérna er líka að breyta rúmtak per einstakling. Þannig að það er mikið samhengi þarna á milli. Það er hérna einhver ríkur. Hvernig er ég í tíma? Ok, það er fínt. Hvað veldur hávaða í umhverfi barna í leikskólum og grunnskólum? Nú í morgun er búið að tala mikið starfsemina, börnin og kennarana. Það er kannski ekki mikið við það að bæta. Þannig að myndbandið frá Hólmfríði sagði meira en mörg orð. En þetta hljóðstig sem hefur verið að mælast 85-90 decibel, þetta er náttúrulega ekkert alveg eðlilegt. Segjum svo er. En það er oft erfitt að hafa stjórn á mörgum litlum hljóðgjöfum og það er kannski líka erfitt að setja beint lög við að krakkarnir megi ekki, bara mátt ekki tala hærra heldur en 60 decibel, takk fyrir. Og ég held líka að þessi heyrnarhlífar, hann náttúrulega bara tala ennþá hærra, sko. En hérna, og svo er það náttúrulega aðbúnaður og leikföngin og ég bara taka undir með þeim sem að sögðu morgun, bara þetta að spá í hávaðanum, bara í leikskólanum, bara hlusta hvað er það sem veldur hávaðanum og reyna að finna lausnir við því. Svo ég á 2 börn á leikskóla og tók eftir það var svona eldavél í öðrum þeirra og alltaf það var lokað, alveg bara
glumd í öllu. Krakkarnir alltaf að loka eldæfinu. Það ekkert mál að setja smá þéttilista. Það oft þessar einföldu lausnir sem að geta bætt mikið. En þetta svo sem ekki mitt sérfag. Úps. Já, ok. Einn daginn þegar ég mætti til vinnu þá lá þessi mynd á skrifborðinu hjá mér. Ég veit ekki hver sett hana, það var mjög skemmtileg. Halli alveg skemmti sér konunglega og börnin svo sem líka. En haldi öll fyrir eyrun. Og svo þetta þegar Halli hættir að spila þá ganga þau ekkert hljóðlega í burtu. Þú veist það. Og kannski þessu líka tengt að það nú oft mest í háðinni hjá leikskólanum í dóttur minni að það hefur verið að hlusta á tónlist sko. Þannig að þetta kannski. En aðgerðir til að draga úr hávaða. Að það er ómtíma lengdin. Hana má stytta eftir á. Og það höfum við verið að gera í nokkur mæli fyrir sveitarfélögin. Og svo það hljóðleki og hljóðeinangrun milli rýma. Það líka hægt að bæta það eftir á og oft það þessi hljóðleki, svo hurðin. Það bara frágangsatriði sem að skemma mjög mikið. Og það má sama kannski segja með loftræsitæki og oft þetta bara stillingaratriði. En fólk ekkert alveg að átta sig á því, kannski alltaf mikið hávaði og það þarf bara að fá tæknimann til að stilla eða skipta eitthvað íhlut. Og svo það hávaði sem best utanfrá, bílaumferð, hávaði frá leiksvæði, vindmöður og fleira. Þarna eru til hljótið að loftrásir sem að geta bætt ástandi mikið. Og náttúrulega hægt að velja bara gler við hæfi. Og svo það, eins og við höfum minnst á nokkru sinnum, að tæknibúnaður byggingarinnar. Hann hefur mikil áhrif, hljóðstig frá loftræsibúnaði, skjávörpum, tölvum, lögnum og fleira. Þegar allt þetta hefur áhrif. Margt smátt gerir eitt stórt og hækkar bakgrunnshávaðan og þar með þurfa að tala herra. Það vindur upp á sig. Næsta mynd, þetta bara smá tjekk á, þetta sem sagt litirnir, að þeir segja til hljóðstigið inn í þessari versmiðu, þetta sem tæknibúnaður. Og eini munurinn að það er búið að stytta ómtímann. Það var eina sem hann gert. Það var sömu tæki á sömu stað að gera sömu hluti. Það er bara búið að stytta ómtímann. Fyrir mannfólkið og svona talamál, þá eru áhrifin ennþá meiri heldur en fyrir tæknibúnað. Þannig að ómtími, hann getur hjálpað mikið. Svo nokkur svona raundæmi sem ég leyfi til að sýna. Hérna er sem sagt íþróttasalur og hér mældist ómtíminn vel yfir 3 sekúndur, yfir 4 sekúndur. Og með aðgerðum að þetta er mjög stórt rými og þá náðu að stytta þetta niður tæpar 2 sekúndur. Það er sem sagt með þessum plötuklæðningum hérna upp á veggjum. Hérna er leikskóladeild, þar sem að ómtíminn var 0,8 sekúndur, sem var sem sagt það fyrir lagi samkvæmt gömlu byggingarreglugerðinni. En núna þá á helst að vera ómtíminn í kringum 0,4 sekúndur og eftir aðgerðir í þessu rými þá var hann í kringum 0,4 sekúndur. Og ég heyrði nú bara frá, ég þekki eina mömmuna í þessum leikskóla og hún alveg talaði byltingu bara þegar það var ráðist í þessar aðgerðir. Það voru setta nýja lottaplötur. Mjög hljóðvísvandi. Hérna matsalur, mældist ómtíminn hérna uppi Rauðasvæðinu og svo var hann styttur hingað niður með því að bæta við þessum veggjaklæðningum. Þannig að það er hægt að gera ansi margt til að minnka hávaðaáreiti og það eru hægt að leita slíkrar ráðgjafar hjá stóru verkfræðistofunum í höfuðborginni og SIM og það eru örfáir líka minni stofur sem að veita þessa ráðgjöf. Þakka fyrir.